bjóða hann velkominn. Hann ætlar að vera með nokkur orð hér í dag. Gjörðu svo vel. Það svo gaman að skoða Biblíuna og leita eftir einu og öðru efni eða orðatiltekti sem eru notaðar. Það oft eitthvað svona sem vekur mína athygli. Eins og til dæmis í Jóhannesar guðspjalli í 16. kafla. Það segir í 16. versi og það áfram. Það Jesús sem að tala við lærisveinana og hann segir: innan skamms sjáu þér mig ekki lengur. Og aftur innan skamms munu þér sjá mig. Takið eftir hvað það eitthvað sérsta sem að takið eftir hérna. 17. vers. Þá sögðu nokkrir lærisveina hans sín á milli: hvað hann að segja við oss? Innan skamms sjáu þér mig ekki. Og aftur innan skamms munu þér sjá mig. Og ég fer til föðurins. Þeir spurðu: hvað merkir þetta innan skamms? Við vitum ekki hvað hann að fara. Hvað tókuð eftir? 5 sinnum lögð áhersla á innan skamms. Og Kristus segist vera að fara innan skamms og við vitum að hann fór til föðurins. Hann átti eftir að stíga upp til himins og fara til föðurins. Og það var innan skamms nokkru dagar og svo framvegis. En hann leggur tvisvar áherslu á þetta, innan skamms, eftir skamman tíma. Yfirleitt finnst okkur þetta þýða bara áður mjög langt líður. En hvað langt síðan að þetta gerðist? 2000 ára segjum við. Og lærisveinarnir, þeir að tala þetta sína á milli. Hvað hann að meina? Innan skamms sjáu þér mig ekki og aftur innan skamms munu þér sjá mig. Þeir gátu séðan eftir upprisuna. Þannig var það innan skamms og uppfylltist þar. Tvisvar var þessi, eða þrisvar þessi áhersla innan skamms. En svo segja þeir: hvað merkir þetta innan skamms? Við vitum ekki hvað hann að fara. Hvað langt síðan þetta var? 2000 ár. Og fyrir Jesú var þetta innan skamms. Fyrir okkur. Miklu lengri tími en fyrir lærisveinana sem átti eftir að sjá hann eftir nokkra daga eða vikur eftir því við hvað miðað. Og mér finnst þetta alveg stórkostlegt að sjá að í tungumáli himmisins, í skilningi guðdómsins, 1000 ár sem 1 dagur og 1 dagur sem 1000 ár. Ekkert mál fyrir himneskar verur. En við erum orðin full óþreyjir, það ekki. Kristus sagði þetta að koma aftur og hann ókominn. Við vitum að þegar hann kemur eftir þá ætlar hann að sækja fólkið sitt. Og ætlum við ekki öll að vera þar reiðubúin, tilbúin. Og eins og ef að hann kæmi bara eftir örfáa daga eða innan skamms. Nú í þessu sama kafla, ég ætla að tengja svo lítið annað þarna við þetta sem ég að deila með ykkur. Í sama kafla, Jóhannes 16, að þar segir í 12. versi, og það Kristus sem að tala við lærisveinana aftur. En hef ég margt að segja yfir, en þeir getur ekki borið það nú. Hugsið ykkur, besti kennarinn í alheiminum. Honum lánaðist ekki að koma lærisveinunum í skilningum allt það sem hann vildi deila með þeim. 3,5 ár, besti kennarinn. Það engin betri en drottinn, eða það? Og hann sagði: ég hef ennþá margt að segja yður eða kenna yður, en þið erum bara ekki tilbúnir. Svo erum við að kvarta og kveina yfir því stundum að þetta tekur svo langan tíma þegar Kristi kemur. Kristur ætlast til þess að við notum tíma við og lærum. Og hvað eigum við að læra? Það sem að segja okkur í orðinu. Eins og þetta, að bara líta á þó að drægist eitthvað að komi, á það sem kærleiksverk að bíða og draga það að hann komi og fljótt, vegna þess að það svo margir eftir að heyra fagnaðarerindi og það okkar að kynna það. En svo segir hann líka þetta: það svo margt sem ég þarf að kenna ykkur.
Þið eru bara ekki tilbúin. Eru þið tilbúin að heyra allt það sem hann hefur að boða okkur? Og svo segir hann auðvitað frá því að hann muni senda okkur annan kennara sem að kalla því sannleiksanda og hjálparan og heilagan anda og svo framvegis. Það var hans hlutverk alveg sérstaklega að kenna okkur, leiða okkur í allan sannleika, að laða okkur til Krists, til krossins, til að meðtaka útelt blóð hans til að þvo burtu syndir okkar. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt, vinir, að stúdera, lesa og læra af blöðuritningarinnar. Ég enn að uppgötva allskyns merkilegheit í Biblíunni. Ég er búinn að vera aðeins í hálfa öld og meira og alltaf uppgötva eitthvað nýtt. Og þannig það að ég get skilið og við ættum að geta skilið að við munum verða að læra alla þessa leyndardóma guðdómsins alla eilífð. Ótæmandi efni að rannsaka, að lesa, að skoða, að spyrja og þá getum við setið við fætur besta kennarans í alheimi Guðs. Ég hlakka til.